Komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum auðvitað að venju að tala ýmislegt. Við ætlum hins vegar að byrja hérna í listasafninu á Akureyri. En á morgun þá verður opnuð sýning Lúísu Matthíasdóttur. Vertu velkomin til okkar. Hvað getur, ef aðeins að fræða fólk kannski til að fá þig til að fræða fólk til að byrja með hana Lúísu Matthíasdóttur? Já, þetta mjög merkileg listakona í íslenskri listasögu. Hún bjó nú stærstan hluta ævinnar erlendis og kom mjög seint fram á sjónarsviðið, var orðin vel fullorðin þegar hún kom með sínar myndir og hreif landan samstundis með sér. Hún fékkst aldrei við neitt annað en myndlist, alveg frá þegar hún fæddist og þannig til hún lést. Pappina var læknir og þau voru ágætlega efnuð. Afi hennar var norskur kaupmaður, móður afi hennar, og þetta var svona borgarastétt og ofsalegt menningarheimili og það voru náttúrulega ekki listasöfn eða listaverk á veggjum hjá almenningi eða mikið til að listaverka bókum á söfnum ef það hafi verið einhver bókasöfn á þessum tíma. Hún fædd 1917 og en foreldrar sem ferðuðust nú oft erlendis, þau keyptu inn listaverkabækur sem að hún skoðaði og þau sáu að þarna var fæddur listamaður mjög snemma. Hún var alltaf að teikna, hún var mjög fáskiptin, talaði lítið og ekki mannblendin, eins og hún segir sjálf, mannafæla, en afskaplega vel hana tala af öllum sem þekkt hana. Og hún fór í Landakotsskólann. Þar voru kennslubækurnar á dönsku og jafnvel kennt á dönsku, þannig að þegar að hún send í nám til Danmerkur 17 ára gömul, þá það kannski ekki svo rosalega skrítið að koma sér fyrir í landinu af því hún kannaði svo vel við tungumálið. Þannig að þar var hún í 3 ár í auglýsingadeildinni. Hún byrjaði ekki í hefðbundnu myndlistadeild, en í Landakotsskólann var mikil áhersla lögð á að teikna og mála og biskupinn kom og skoðaði og hún var bara að láta henni segja til nemendunum eitthvað í myndlist þarna, mjög ung, og svo var hún í einkatímum á eftir, sem sagt í 2 ár áður en hún fer til Danmerkur. Þar í sem sagt þessi 3 ár og kemur svo heim, fer svo fljótlega með foreldrum sínum til Parísar í sumarfrí og þau stinga upp á því hvort hún vil ekki bara vera áfram þar og læra. Og hún gerir það. Var hún svolítið skondið að stinga upp á því á þessum tímum? Já, það var ekki vera bara eftirelskan og læra eitthvað. Þau sáu að hún var svo efnileg og einhuga í þessu og hún fer í nám þar sem hún var nú að vísa ekkert rosalega ánægð með en hún var rosalega ánægð með listasöfnin og var, eins og hún segir sjálf, eins og grár köttur inn á öllum sýningum. Þar hefur hún kynnst impressionismanum og það hefur örugglega haft áhrif á hennar list að því leyti til að hún hefur rosalega tilfinningu fyrir birtu og litum. Og síðan hún nú eitthvað í Reykjavík og þarna í París kynnist hún Nínu Tryggva og þær herjuðu nú mikið saman og hún ætlaði að vera lengur en þetta ár en þá braust stríðið út, þannig að þá bara stungu foreldrarna upp á því að hún færi til New York og hún sagði bara já. Var send sjóleiðin á þangað og hún sagði gera sér nokkra grein fyrir að væru þarna sprengjur á leiðinni í ýmsum formum og hún kemur þar og pappinn búinn að ganga frá því að sé tekið vel á mót henni og hún flytur með sér einhverja stóla og eitthvað sem við erum ekki vön að taka með okkur í flugvélum. Nei, reyndar ekki. Einhverja búslóð og hún fer þarna í nám og hjá einhverjum rússnesku listamanni sem hann líka ekkert alltof vel við heldur og Nína var þar. Þannig að hún endar hjá Þjóðverja sem mjög þekktur og heitir Hans Hoffmann og þar var hún mjög ánægð. Og Lúísa þekkt fyrir sína stóru fleti, það var náttúrulega abstrakt lista reiða sér mjög til rúms á þessum tíma en Hoffmann líka, hann gerði oft svona
stóra litafleti og Nína þekkt fyrir þetta líka. Og á þessari sýningu í Listasafni Akureyrar sem verður opnuð á morgun og laugardag, klukkan 3, hvaða verk eru þar til sýnis? Við getum séð yfirlit svolítið hennar feril. Þessi sýning í samstarfi Listasafns Reykjavíkur og hérna afskaplega litrík og falleg og við sjáum alveg frá hérna bara byrjun á hennar ferli og til þeirra seinni verka sem hún gerði. Og þetta verk hér, við sjáum það, þetta á sýningunni, Erlendur í Unuhúsi, sem hún málaði í Reykjavík. Og síðan... Þarna ertu nú með bók hana? Já, bók frá Andbókasafninu. Ég mæli nú með fyrir þá sem hafa áhuga á að lesa og skoða Louisu. Og þessi verk og þessir litir kannski það sem þekktast hér á Íslandi yfirleitt að hennar verkum. Og það mikið af svona fallegum myndum. En á safninu sjálfu, það sem sagt opnun á morgun klukkan 3, væntanlega allir auðvitað, hjartanlega velkomnir þangað, eða hvað? Já, endilega, allir velkomnir. Er fólk feimið við þetta en þá að fara á opnanir? Ég svolítið hrædd það, þannig ég ætla bara að segja það einu sinni enn. Á opnanir í Listasafninu allir velkomnir. Það ekki einhverju útvaldir sem fá boðskort og mæti í sparifötum og ekki aðrir. Þetta fyrir alla, bæjarstjórinn og safnstjórinn opna sýninguna. Síðan höfum við mjög mikið opið og það alltaf ókeypis inn í Listasafnið nema yfir sumartíman og opið alla daga frá 12 til 5 nema á mánudögum. Og það opið núna á milli jóla og nýjárs og alla daga nema þessa hefðbundnu hátíðadaga og sem sagt mánudaga, allt hitt opið. Og svo líka leiðsögn stundum, er það ekki? Já, við erum á 5. með leiðsögn í hálftíma sem ókeypis. Það korter yfir 12 til korter í 1. Þannig að ef fólk vill skjótast í matatímanum þá það bara mjög skemmtilegt. Og þar fjöllum við Louisu og hennar list. Og síðan þá hérna Heiða Björg Vilhjálmsdóttir, svo komið rétt út í mér, fræðslufulltrúi með leiðsögn á milli klukkan 11 og 12, 16. desember og 20. janúar og það fjölskyldu leiðsögn. Það á laugadögum og þá eiga endilega börn að koma með annarkvæmt foreldrum eða einhverjum, já. Og taka þátt í leiðsögn og vinna myndverk. Já. Mjög skemmtilegt. Algjörlega. Og síðan kemur Jón Proppi, listfræðingur, og verður með fyrirlestur Louisu 20. og 3. janúar á þriðjudegi. Eitt að lokum, hvað það sem heillandi við hana? Hvers vegna gaman að sjá verkin hennar? Hún höfðar held ég til flestra, vegna þess að þetta íslensk náttúra, mjög mikið. Þetta uppstillingar líka og svo þarna dýr og sjálfsmyndir og uppstillingar af matvælum sem við könnumst nú öll við úr eldhúsinu okkar. En það þessi fallegu litir og birta og stemning í landslagsmyndunum sem svona eiga á að geta höfða til alla því það eitthvað sem við þekkjum og skiljum. Síðan uppstillingarnar náttúrulega bara fagurfræðileg upplifun og nölt. Og nautn, já, sem gott lokaður. Takk fyrir að koma til okkar. Nautn á Listasafninu á Akureyri en við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.